Já, kannski ekki sá skemmtilegast í sumar en já, það voru nú nokkur skemmtileg atvik í honum allavega. F-fáingar byrjuðu betur og hér það Matthías Vilhjálmsson með hörku skalla en Ómar Jóhannsson í marki Keflvíkinga varði þetta vel og hann átti eftir að koma meira við sögu. En já, ég var að segja vendipunktur leiksins gerist á 70 mínútu. Adam Larsson brýtur hér á Atla Guðnasyni sem komin einn í gegn og dómari leiksins Erlendur Eiríksson. Þetta var kannski ekki mikil snerting hann að strákar. Nei, hann truflaði hann samt og þetta bara rautt spjald. Já. Ekkert að segja við þessu. En upp úr aukaspyrnunni gerðist þetta. F-fáingar nálægt því að koma boltanum á markið en þeir vörðust vel Ómar og félagar í marki Keflvíkinga. Hér eru Keflvíkingar í fínu færi, einum færi sem sagt í 85 mínútur pluss uppbótartími. Magnús Sverrir Þorsteinsson í hörku færi þarna skotið hans yfir. F-fáingar voru auðvitað miklu meira með boltan eftir að Keflvíkingur eru manni færri. En gekk þó ekkert sérstaklega vel að opna á en hér það Björn Daníel Sverrisson sem að dansar framhjá Keflvíkingum með hörku skot en Ómar átti frábæran dag í marki Keflvíking og varði þetta vel og hér að síðan Matthías aftur með skot og Ómar ver og Emil Pálsson í dauðafæri hefur getað skorað þarna annan leikinn í röð en skotið í slána óöppin þarna hann Emil. Hér að síðan aftur Björn Daníel með sendingun á Emil og aftur ver Ómar. Já, en sigurmark leiksins kom á 80. mínútu og það gerði markarókurinn að norðan Atli Viðar Björnsson. Kom inn á sem varamaður stuttu áður og hann ennþá með markefnina í sér þó að hann hafi nú kannski oft skorað meira heldur en akkurat í sumar. Hann Atli Viðar, en þarna kom hann F-fáingum yfir. Síðan var það Guðmundur Steinarsson sem átti fínan leik í gær, nálægt því að jafna hér skömmu síðar. En gamli maðurinn Tommy Nielsen bjargar þessu á hreint ótrúlegan hátt. En fleiri urðu færin ekki og mörkin ekki heldur. Lokatölur F1.